Þið eru mennirnir á bakvið Andrésar andaleikana, 2 af fleirum. Segðu mér aðeins frá því hvernig þetta byrjaði allt saman. Já, við erum hérna 2 af 5 sem vorum í Andrésar nefndinni fyrstu. En Andrésar andalekarnir voru stofnaðir 1976. En aðdragandinn var einlega byrjað 3 árum áður og þá var það svona eins konar kaffiklúbbur sem stóð mikið af undirbúningnum og hvatningu til þess að stofna þessa leika. Og það var í Hafnarstræti 100 á skrifstofu Sjóvá, þar sem í kaffistofunni og þessi félagar sem þar voru og mættu hjá þeim starfsmönnum sem þar voru hjá Sjóvá, Ólafur Stefánsson, framkvæmdastjóri Sjóvá á Akureyri, var í þessum klúbb, Róbert Friðriksson sem vann hjá honum, Leifur Tómasson, stórkaupmaður sem var hérna á Akureyri, dáinn núna. Svo var það Ívar Sigmundsson og ég. Og við unnum þessu nokkur lengi. Það komu ýmsir gestir á skrifstofuna og lögðum góð ráð og drukku þarna kaffisoppa hjá Óla Stef sem við kölluðum. Og þetta þróaðist upp í það að Leifur Tómasson, hann sagði ef ekki stofna Andrésar andaleika. Og þetta er eiginlega það fyrsta sem gerðist þarna kringum 1973 að fundið var upp á nafninu og svo var svona þjappa sér saman það og reynt að skipa og búa til prógram fyrir krakka sem var svona í yngri kantinum, jáfnvel 7-12 ára, sem ekki var haldið neitt Íslandsmót fyrir í skíðaíþróttinni á þeim tíma. Við ætluðum sannleikurinn sá, við ætluðum bara að prófa þetta, við ætluðum bara að vita hvort það myndi vera svona 1-2 ár og sjá hvernig þetta er. En þau eru ánum 40? Já. En fyrsta mótið, fyrstu Andrésar andalekarnir, þeir hljóta hafa verið svolítið frábrugnir þeim sem núna eru, eða hvað? Já. Við hefum tekið alltaf statistikki við þetta sem við erum nú með hjá okkur á prenti, en þar er ýmislegt öðruvísi en nú er. Eins og hvað? Já, bara fyrst og fremst á fjöldinn. Þetta voru eitthvað annað 100 krakkar. Þegar mest var þá var það kringu 799. Já. Svoleiðis að þetta hefur ýmislegt breyst. Og líka bara það að þetta var tiltölulega fámennur og góðmennur hópur sem stóð að þessu fyrst. Nú er þetta gríðarlega fjöldi foreldra og aðstandenda þeirra sem koma sem standa að þessu móti, eða þeirra krakka sem taka þátt í þessu móti og sérstaklega náttúrulega þeirra sem eru hérna á Akureyri sem bera hitann og þungan af þessu. Árið eftir fyrstu leikana var skipuð fyrsta formlega Andrésar andarnefndin. Í henni sátu að sjálfsögðu bæði Gísli og Hermann, en Gísli kom þá sem fulltrúi frá foreldraráði skíðafélagsins og Hermann var æskulýðs- og íþróttafulltrúi Akureyrarbæjar. Hin sætin skipuðu Ívar Sigmundsson frá skíðadeildinni, Leifur Tómasson frá Íþróttabandalagi Akureyrar og Kristinn Steinsson frá skíðaráðinu. Þessi nefndarskipan hélt sér svo í fjöldamörg ár, en það eru fleiri sem hafa verið lykilmenn leikana lengi og má þar meðal annars nefna Þröst Guðjónsson, göngustjóra í skíðagöngum Andrésar andaleikana, en hann hefur stjórnað göngunum frá því þær byrjuðu og fram á þennan dag að 2 árum undanskildum. En Andrésar andaleikarnir eru ekki íslenskt fyrirbæri. Noregur hélt Andrésar andaleika á skíðum og Andrésar andaleika í frjálsum líka. Og Leifur Tómasson, eitt af hans hlutverkum var að vera í sambandi við hérna Danmörk, því að við þurftum á leyfi frá Danmörk til að láta heita Andrésar. Og hann átti systir þar sem sá samskipti við Gutenberg þá í Danmörku. Og þetta þróaðist, við fórum þarna út á 3. ári nokkrir og gerðu samning, þannig að það má raunverulega var þá enginn sem átti nota þetta nafn á Íslandi nema við á skíðamót. Og síðan sóttum við nokkrar hugmyndir til Kongsbergs í Noregi þar sem leikarnir voru og 1978 þá tókum við það upp að sigurvegarar í 12 ára flokki, Svíi og Stórsvíi, þeir fengu ferð til Noregs og kepptu þar. En mér langar að spyrja ykkur aðeins, af hverju Andrésar? Já, þetta er fræg persóna, teknipersóna. Er það til að lokka börnin að?
Já, þetta var svo mikið, lesið gömlu dönsku Andrés Andarblöðin á Íslandi. Þetta var þá einlega fyrsta verulega, blaðið svona teiknimyndir fyrir börn og það var Andrés Önd. En þið hljótið að hafa upplifað ýmislegt á þessum 40 árum, eigið einhverja eftirminnilega augnablik, eitthvað sem situr eftir, eflaust margt? Já, góðu dagarnir mann þá nokkuð vel, en stundum það þannig að mann þar sem að allt fór í vaskinni, ennþá betur. Því að það kom fyrir og einu sinni var það frestaðum, leikonum, og þá var ekki hætt við á samt sem áður, heldur við að fara fram í Kjarna, skóginn, og verið þar í leikjum og alls konar slík og þannig að þeir leikar eru taldir mér þó að ekki hafi verið stíð á skíði. Já. En þá var bara hreinlega snjólaust hérna í fjallinu. Svoleiðis að þetta er nú komið gerst ýmislegt. Nú svo maður náttúrulega samskipti við þessi börn og fjölmarga sem hafa verið að vinna í þessu. Þetta er náttúrulega ómetanlegt að eiga þessa minningar í bókahotninu. Þú sagði mér góða sögu hérna áðan af smávöxnum húsvíking, eftir því að fara með hana? Já, það er svo sannlega, ég held að munu allir eftir því sem bæði heyrðu hana og hafðu sambandi við Hörð Sverrisson sem var fyrsti mótstjóri Andrés Andarleikana og hann kom hérna ásamt ungum húsvíkingum upp í fjall, reyndar gistuðu í fjallinu 1976 og eins og allir aðrir keppendur sem voru þá með þegar bjuggu þá allir hér, síðan hefur það dreifst í skólana og svo bæinn og hótelin og svo framvis. En þessi úlingahópur frá Húsavík kom hérna upp í Hjallabrautinu og hitti þar mótstjóran sem var að vinna við að undirbúa mótið og íta til snjó og laga til. Og þegar þau koma uppi þá kallaði til hans og fara koma að spjalla við hann. Og einn er dálítið forvitinn og enn spyr svona dálítið furðulega ætliði virkilega að halda Andrés Andarleikana á þessum golfvelli. Það var í Hjallabrautinu sem ágætis brekka í okkar augum. Honum fannst ekki mikið til koma? Nei, honum fannst ekki mikið til koma. Hann heitir Árni Árnason og býr hann ekki nú hérna á Akureyri? Jú, var mikil skíðamaður og frakkur og duglegur og hann hefur, eins og við segjum, hann hefur kannski ekki verið að bera saman við Húsavík sem nú með býsna brattar brekkur í kringum Húsavík. Þess að honum fannst ekki. Þetta er mikið mála að standa í þessu. En Andrés Andarleikarnir eru 40 ára í ár. Mér langar bara að óska ykkur til hamingju með afmæli. Já, þakka þér fyrir það. Takk fyrir.